taktíkina. Í síðasta þætti þá ræddum við rafíþróttir og hvort að þær ættu í rauninni sess innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. Það var mjög áhugaverð umræða og ég bendi ykkur á að horfa á veiturnar okkar ef þið viljið horfa á þann þátt. En við ætlum að halda aðeins áfram með þessa rafíþróttaumræðu. Hann Aron Ólafsson, hann framkvæmdastjóri Rafíþróttasamtaka Íslands og hann hérna hjá mér og Viðar Valdimarsson, þú ert foreldri í rauninni. Þú átt börn sem að iðka rafíþróttir og þú hefur nýtt þér fræðslu hjá Rafíþróttadeild Þórs. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, passar. Ég á einn strák sem hefur verið frá upphafi. Já. Og bara mjög sáttur. Já, ok. Sko, málið nefnilega að mér langar svolítið til þess að tala við tölum rosa mikið rafíþróttir í heild og svona skilgreiningar og alls konar svona svoleiðis skemmtilegt í síðasta þætti. En núna langar mig að tala aðeins meira iðkendurna og foreldrana og fræðslu í rauninni fyrir foreldra. Ég nefnilega var fyrir austan að tala við hann Magna Þór sem er formaður Rafíþróttadeildar Austra. Ég man þetta allt. Þetta er rosalegt, ég var ekkert að hugsa því, bara búin að negla alla kynningar og... Svo eyðilega með að segja þetta, en já, allt í lagi. En já, mér fannst svo áhugavert það sem hann var að segja að þar væru þeir í rauninni með foreldrafræðslu og ég hef bara aldrei heyrt þetta en þetta kemur náttúrulega frá Rafíþróttasambandinu, ég veit það, samtökunum, ég veit það. Þannig að mér langaði svo að við myndum aðeins tala af því að foreldrar held ég svona flestir eru hræddir við tölvuleiki, mjög margir. Getur það ekki verið rétt? Fer fækkandi. Já. Það fer fækkandi, út af fræðslu. Kynslóðabil líka. Já. Já, ég held að blanda þetta því. Ég meina, leið og þú fer að sjá líka bara rafíþróttir hægri vinstri. Þú sér rafíþróttir umfjöllunum í fjölmiðlum. Þú sér eitthvað kvöldfréttir RÚV að fylgjast með þegar úrslitaleikur Íslandsmeistaramótsins í e-fótbolta er að klárast og horfa á viðbrögðin og eiga það bara á upptöku í kvöldfréttum. Og ég meina, leið og allt þetta er verið að draga upp á yfirborðið og við erum að opna samtalið. Ég meina, þetta snýst allt bara samtalið. Þetta snýst að tala saman, eiga einhverjum skæðastundum með krökkunum sínum og ég meina leið og þú fer að sjá þetta alls staðar. Ég meina þá kannski verða til eitthvað svona heyrðu, þetta er eitthvað til þess að tala um. Ég meina þannig ég held að ég finn rosa mikið mun þegar ég byrjaði fyrir 6-7 árum að halda fyrirlestra rafíþróttir, löngu fyrir tíma Rafíþróttasamtakanna og ég meina við köllum þetta bara e-sport þá. Ég meina mér var ekki bara dett í huga að þýða þetta einu sinni. Ég meina fyrstu fyrirlestrarnir mínir versus bara samanborið við þegar ég var á Þorlákshöfn daginn og ég meina þetta er svo himinn og haf. Ég meina fyrsti fyrirlesturinn minn fær 40 mínútur í það að útskýra rafíþróttir. Hvað er þetta? Það er bara, já, það er verið að keppa í tölvuleikjum. Það var bara númer 1, 2 og 3. Það er náttúrulega með allt sem er nýtt og fólk ekki þekkir að það þarf bara smá aðlögunartíma. Tvímælalaust. Hvernig var þetta fyrir þig? Fyrst þegar krakkarnir þínir vildu fara að spila tölvuleiki? Strákurinn minn. Ég á eina dóttur líka sem byrjaði að hafa áhuga á þessu og en þetta byrjaði þannig að Þór stofnaði deildina og ég vissi bara því. Síðan kom Aron með kynningu norður á þessu og það svona opnaði líka pínu augum mín bara það sem var sagt og hvað var stefnt að og og síðan bara byrjaði starfið og ég get bara sagt það ég sé bara mikinn mun á stráknum mínu hvernig hann spilar tölvuleiki í dag. Við komum aðeins inn á það í síðasta þætti en fyrir foreldri sem í rauninni ekkert veit tölvuleikjaheiminn í dag sem eru örugglega mjög margir þá er maður hræddur við skjátíma, maður er hræddur við langa setu, maður er hræddur við það að barnið manns sé einhvern veginn á veraldarvefnum þar sem allt vonda fólkið er líka og þú veist þetta er bara einhvern veginn, manni tekst mjög auðveldlega að mikla þetta allt fyrir sér. Það svona finnst mér svo geggjað að þið ætla að vera með svona fræðslu fyrir foreldra og hvernig verður hún? Fræðsla fyrir foreldra er á svona höndum íþróttafélagana í dag þeirra sem bjóða upp á rafíþróttir og við höfum haldið svona þjálfara námskeið fyrir verðandi rafíþróttaþjálfara allt svo þægilegt að segja þetta allt og þar förum við svolítið yfir hvað hentar hverjum stað fyrir sig. Ég meina við mælum alltaf með því að hafa foreldrakvöld. Það sem að foreldrarnir koma og raunverulega krakkarnir verða
svona engaþjálfarar fyrir foreldrarna. Þannig að foreldrarnir Nice. þurfa að setjast niður og krakkarnir fá að segja hérna, eða út í Fortnite bara ára að droppa þarna og bestu byssurnar eru hérna úr gulli því að það er legendary, fullt af dóti sem að fólk skilur bara ekki. Heldur að börnin ekki bara eftir að þurfa áfallahjálp við að reyna að kenna foreldri sín? Börnin eftir að við hláturskasta. Því að það er ekkert sem að börn sko elska meira heldur en að bara hafa gaman með foreldri sínum. Ég meina, þau sækja í þetta alveg eins og við sækjum í þetta, en oft svona þegar það eldast aðeins að þá einhvern veginn hættu við alltaf að reyna kannski finna hvar. En ég meina, mér finnst alltaf svo gott sko, ég hugsa stundum þegar ég tala við foreldra sko, hversu margir foreldrar hafa rætt við börnin sín rafíþróttir og tölvuleikina sem hversu mörg vita hvernig tölvuleikurinn virkar sem að krakkin er að spila. En á sama tíma erum við kannski sem makar að hlusta á einhverja sögur frá okkar maka eitthvað sem við höfum engan áhuga á í grunninn en að því við elskum makan okkar að þá setjum við okkur inni. Ég meina, ég veit orðið ýmislegt prjón. Bara eftir COVID, bara konan mér fór að prjóna og ég spurður álit á garni, þéttleika og ég veit ekki neitt en ég sit þarna sem góður eiginmaður og hlusta og reyna að setja minni í sporið. Sama með hana, hún þurfti að hlusta á ýmislegt frá mér sem hún engan áhuga á. En svo koma krakkarnir til foreldrarna og ætla að tala þeirra passion eða áhugamál og það er bara veggur. Já, það er jafnvel að þetta bara fara í taugarnar á þeim. Já, þannig við þurfum svolítið að brífa þennan vegg niður og þar kemur þessi foreldrafræðsla inn og hún snýst að mörgu leyti að vera með virka hlustun, ekki bara hérna kinka kolli og ekki meðtaka neitt. Nei. Heldur bara að fá aðeins svona að taka integrita. Já, og ég kannski er ekki þetta venjulega foreldri sko, ég tók þetta svona, ég er með þetta þannig að strákurinn minn spilar ekki tölvuleiki inn í herbygginu sínu. Nei. Hann er með það í opnu rými í hérna húsinu okkar. Og ég spila með honum tölvuleiki, okkar gæðastundir eru til dæmis að spila saman og við spilum saman tölvuleikin og hann er í liði hjá Þór og ég spila með liðinu eða móti liðinu eða hvað það er, skilurðu, og hann elskar það, skilurðu, og hann elskar til dæmis líka það sem er komið, bara áhugi sem upp frá því að spila tölvuleiki, búið til vídeo, hann fekk hérna forrit til að prófa, svo sá hann bara að þetta var rosalega mikil vinna þegar maður er 10 ára að YouTube er kannski ekki framtíðarstarfið, skilurðu. Já, nei, kannski aðeins meiri vinna heldur en þegar þú horfir á myndbandi sem hinir gerðu. Já, og svo er það kannski svolítið rosalega alþjóðlegt, sko, hann er komið áhuga á tungumálum, hann er að reyna að tala við, ef það koma Spánverjar, þá googlar hann alveg á fullum að spila, kannski ekki þáttakandi, til þess að finna eitthvað og svo spilar hann og reynir svo að segja það, skilurðu, þannig að það er svona alls konar svona hliðar sem maður er svona ítir honum í þetta líka sem mér finnst bara jákvætt sko, við getum alltaf haft áhyggjur af einhverju skjátíma og svona en það er kannski bara fullorðna fólki sem þarf að sjá til þess að það sé þá í lagi ef það er eitthvað vandamál þá eru íþróttafélag Þór ekki að fara að laga það heima hjá mér sko. Nei, einmitt, það er svona kannski á manns eigin ábyrgð aðeins. Þetta er þessi heimur sem er að breytast svo svakalega hratt og þó við séum ekkert eitthvað hundgömul þá gáttu við ekkert spilað einhverja mjög tæknilega tölvuleiki. Svo veltir maður fyrir sér sko, hvað kemur næst? Hvert er þetta að fara? Og maður hefur kannski bara áhyggjur af því að ef maður leyfir ekki börnunum sínum að fylgja einhvern veginn þróuninni í þessum tölvumálum að þau kannski bara missi af eða einhvern veginn detti út fyrir það sem koma skal eða að því að þetta er orðið eitthvað svo ótrúlegt. Maður pælir bara hraðinn í hvað allt breytist og krakkarnir strax miklu færari í að gera eitthvað 6 ára barnið mitt, hann er miklu fljótari að finna eitthvað á netinu heldur en ég. Algjörlega, og svo bara eins og ég vona bara til dæmis að Þór noti bara þessa möguleika, ég held að það hafi verið á fingrum annarra handa síðustu ár, þess að verið kennt forritun á Akureyri, byrjun á forritun fyrir krakka bara, að ég veit að strákurinn minn fór á leikonámskeið þar sem hann lærði að forrita leikokall sem átti að berja annan leikokall, skilurðu. Það er ekkert í boði svona, en þetta er bara framtíð. Hljómar reyndar ekkert voðalega fallega. Jú. Það var eitthvað svona, þetta er eitthvað svona... Hvort ætlum við í dag að láta labba frá A til B eða lemja eitthvað á leiðinni? Það er að brjóta konuna. Það er mjög mikil spurning hvort að litlir drengir muni velja. Já, það er... Að þú komst inn á varandi á að taka þátt eða ekki. Þetta bara erfið spurning, ég meina það. Og samanber, hún verður líka flóknari þegar þú ákveður að taka þátt og svo komur bara aldursviðmiðin inn í. Ég meina það er líka bara rosa mikið áhyggjuefni hjá mörgum foreldrum. Ég meina, nú horfum við á Fortnite sem að
við raunverulega getum sagt að bara trölla við öllu samfélaginu hérna á ungu fólki og þetta var kannski svona fyrsti leikurinn sem að varður bara hreinlega mainstream tísku leikur. Ég meina það skipti engu máli hvers kyns þú varst, allir áttu að spila Fortnite eða gátu að spila Fortnite og það mest voru 450 milljón manns að spila Fortnite í heiminum. Og íþróttafólk að dansa dansana. Já, íþróttafólk að dansa dansana og ég myndi til að setja í samhengi það voru 50 milljón golfiðkendur í heiminum, eða fyrir ekki 45 milljónir, 450 milljónir bara í einum Fortnite-leik. Og ég meina, en hann bannaður 12 ára. Já. Og þá kemur alltaf þessi dilemma sko fyrir foreldri, allir hinir eru komnir í Fortnite. Á hvar stígi ég fætuna? Er ég að leyfa Fortnite á þessu heimili og en banna honum eitthvað annað eða sko, hann kemur þá í heimsókn og bara að spila Fortnite þar, krakkinn. Þarna er þessi með foreldra samtali þar að eiga svo mikið stað þarna og þetta eru raunveruleg vandamál sem ég var bara mikið að hringingum frá foreldrum sem eru bara, allir vinahópur hjá barninu mínu er komin í Fortnite. Ég meina, hvað á ég að gera? Barnið er 11 ára og aldursviðmið er 12. Mér finnst þetta, mér langar líka bara að heyra frá þér sko, hvernig þú díla við þessa hluti og hvað skoðun þú hefur á þessu. Þegar ég vil alltaf læra sko, ég vil hlusta líka hvernig er best fyrir foreldra að heyra þetta. Og leikurinn sem strákurinn minn spilar, hann talar um Fortnite, leikurinn sem strákurinn minn spilar heitir Counter-Strike, skilur við. Það er þetta, geturðu innan gæsalappa hnífa leikmann, skilurðu. Já, þar ertu að myrða. Já, myrða, veist, og skjóta. Fella á íslensku. Já, fyrirgefðu, má ég ekki segja þetta. Nei, og Það er bara sem við erum með íslenska allt sem tengist leiknum, sko. Já, en þú veist, og það koma rauður doppur á vegginu sem getur kynna að þú hefur hitt hann, sko. Já. En það er ekki, þú ert ekki í návíi og sérð innefli blóð eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta er ekki bara að mæta og spila. Þetta er bara hvernig þú ert að undirbúa þig, hverjir eiga að spila, hvernig þú ert að kasta hlutum sem þú ert að nota í leiknum. Já. Og þetta er bara svona það sem fólk kannski áttar sig ekki á, veist, að þú ert ekki, strákurinn minn er ekki bara að mæta þarna, setur á sig, fer í uppbytun og smá líkamlega áreynslu, skilurðu, og svo er spilun og það er ekkert bara einhver spilun. Svo kemur hann heim og æfir sig meira og hefur áhuga, skilurðu. Og svo það sem mér fannst áhugaverðast og ég byrjaði að spila með honum og svo strákunum í liðinu var bara þessi breyting á bara talsmáta inn í leiknum. Það breyttist bara virðingin gagnvart andstæðingnum, gagnvart hinum, ok, þú gerðir ekki nógu vel stað fyrir að segja, rosalega ertu lélegur. Já. Skilurðu, það bara kemur bara næst. Tala upp en ekki niður. Já. En hugsa hversu fallegt samt þessu, að því að ef ég spóla aðeins tilbaka, sko, var hann þinn 10 ára í Counter-Strike sem er búið og hans hóp hefur að keppa eftir einhverja daga og það er byrjað að setja sér markmið yfir einhver tíma og 10 ára og hverjum degi eru tekin skref í áttina því markmiði. Já. Og þú veist bara að skipuleggja hvað ef þessi gerir þetta, þessi gerir hitt. 10 ára, sko. Það er náttúrulega svona sambærilegt, þú veist, í rauninni afreksþjálfun. Algjörlega. Og svo var náttúrulega verið að koma því að ég er í sömu deild og sonur minn og þeir í liði og þeir unnu okkur. og þeir alveg, sko, æfðu sérstaklega það og þeir spurðu mig og ég ákvað að segja hvað möppu við myndum velja. Já. Þó ég hef gefið það upp á núna og þeir bara, þeir tóku slátur á okkur, skilur, og fannst það æðislegt, sko. Veist, já, þetta er bara fátt skemmtilega en að rústa pappa, sko. Veist, þegar ekki tekur fram úr hænunni. Já, heyrðu, nú þurfum við aðeins að fara í auglýsingahlé. Við ætlum að halda áfram þessari umræðu eftir, en ég nefnilega, sko, mér langar að sýna svolítið brot úr viðtalinu sem ég tók við hann Magna fyrir austan, af því að það eru bara mjög spennandi hlutir að gerast í rafíþróttunum. En förum aðeins í auglýsingahlé og förum svo aðeins austur á land. Rafíþróttadeild Austra, hvað er hún búin að vera starfrækt lengi? Við kerum þetta í gangi í október 2020 og byrjum á því að taka aðstöðin í gegn. Byrjum þessu æfingar í febrúar, þangað til að COVID stoppa okkar aðeins af og fórum svo aftur í stað eftir seinna stoppið, bara nú nýlega. Ok, frábært. Og hvað er það með marga iðkendur? Við erum með 7 hópa, 8 í hverjum hóp, þannig að það eru 56 iðkendur. Svo er komin smá biðlisti hjá okkur. Og þetta eru krakkar sem eru úr Fjarðabyggð. Við erum staðsettir á Eskifirði en starfsvæðið okkar er Fjarðabyggð, þannig við erum með krakkar frá Norðfirði og Eskifirði og Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði. Hefðbundin rafveituæfing er 90 mínútur, 30 mínútur af því er hreyfing.
Og 60 mínútur í því er þá æfing í leik og spjallum leikinn og svona aðferðafræði og kannski vera aðeins að planleika hvernig að leggjast í leikinn. Þetta svona ein hefðbundin æfing og við notumst við þetta format sem rafíþróttasamtökin mæla með. Foreldrarnir er líka mjög hamingjusöm með þetta og okkar draumur er að geta líka komið foreldrarnum aðeins betur í skilningum hvernig þetta virkar. Því að foreldrarnir eru kannski ekki mikið í tölvuleikjum og kannski hafa ekki alveg fullkomið skilning á því hvernig þetta allt saman virkar og af hverju þetta er eitthvað sport frekar en eitthvað annað. Þannig við stöðum að það í haust að vera með svona foreldrarkvöld, bjóða foreldrarnum í heimsókn eða að koma eitthvað til okkar, kannski jafnvel fá að pröfa leikina í friði fyrir börnunum og aðeins bara svona að rappa saman og kynna þetta fyrir þeim. Við fengum líka, þegar við vorum að byrja með þetta, þá fengum við sem sagt fyrirlestur frá rafíþróttasamtökunum. Það kom inn á framkvæmdastjóri Aron Ólafsson og hjálpaði okkur með það að hann bæði tók alla þjálfarana 6 á námskeið, bara þjálfaranámskeið og svo var foreldrafræðslu kvöld og við ætlum að fara svo bara með annað slíkt í haust, bara þá leyfa foreldrarnum að koma hingað og skoða aðstöðuna. Já, þetta hljómar mjög vel. Ég segi það allan fyrir mig sem foreldri að maður hefur ofsalega litla þekkingu á þessu og jafnvel sko hræðist þetta, að þetta sé skaðlegt að vera mikið í tölvunni. En það er náttúrulega kannski bara fræðslan sem þarf að eiga sér stað. Já, það er náttúrulega líka hugsunin að baka það að komast að rafíþróttadeildum bara all land. Einmitt sko að setja strúktúr, setja skipulag og koma þessu inn í forsendur íþróttastarfs. Þegar leiðu búin að gera það, þá ertu búin að forma þetta á sama hátt og aðrar íþróttir. Það væri örugglega ekki rosalega hollt fyrir barn að spila fótbolta 16 klukkutíma á dag. Þess vegna fótboltaæfingar ekki 16 klukkutíma á dag. En skipulög fótboltaæfing og skipulög rafíþróttaæfing hjálpa krökkum að forma þetta inn í sitt daglega líf á heilbrigðan máta. Margir af þessum leikjum veit ég að eru á netinu og ég veit það eru foreldrar sem að hafa áhyggjur af því að börnin þeirra geti komist í tengsl við einhverja ókunnuga í gegnum svona leiki. Er það einhver raunveruleg hætta eða? Allt á internetinu er raunveruleg hætta. Þú veist að við leggjum áherslu á það að hér inni eru sem sagt við með okkar eigin server og krakkarnir geta spila hér í lokuðu rými eða sem sagt á lokuðu internetrými en það er líka hægt að tala út á interneti. Og það er það gert þannig að krakkarnir eru með sín eigin aðganga að heimann sem þau geta skráð sig inn á en við reynum að mónitora öll samskiptin þannig að það sé ekki hætt á því að það gerist hér innan þeirra en heima fyrir þá er náttúrulega vissulega hætt á því að þú getur náttúrulega stilt tölvunni hjá krakkarnir þannig að hann getur ekki haft samskipti við nema þá sem hann samþykkir en þú getur líka stilt þetta þannig að krakkar geta haft samskipti við hvern þann sem þau komast í tæri við með því að spila við þá. Og þetta er bara svona tæknileg úrlausnarvandamál sem að væri frábært ef allir foreldrar kynnu en það er mjög ólíklegt að þeir kunnið allir. En það væri frábært að geta leiðbeint fólki með það. Hvernig ef að maður vildi nú kynna sér þetta og reyna einhvern veginn að skilja þetta, hvernig er best að hafa samband við? Við höfum notið góðs af því að rafíþróttasamtök Íslands hafa verið okkur mjög innanhandar með allt þetta. Þeir eru með fræðsluefni og þeir eru mjög aðgengileg, þeir eru með Facebook-síðu og netsíðu. Framkvæmdastjórinn er mjög gjarnan að taka bara upp símann ef einhver hringir í hann og svara, alveg sama hvað það er. Þannig ég myndi bara hvetja foreldra til að kynna sig það vel. Það er að leita til þeirra líka og svo náttúrulega líka það eru konar rafíþróttadeildir all land. Þóra Akureyri sem mjög flott rafíþróttadeild. Bara koma sér í sambandi við þessa aðila og ræða málin. Já, velkomin aftur í stúdíóið til okkar hérna á Akureyri. Aron, þarna talaði Magni sérstaklega þig og sagði frá því að þú væri rosalega mikið til í það að taka bara upp símann og ræða við áhyggjufulla foreldra. Hvernig, þarftu að fá ritara eða hvernig gengur? Ég veit þess að styttist í það. Ég hefur rosa gaman að því og ég er gaman ekkert af því. Svo lengi sem þið haldið inn á svona vinnutíma. Það er erfiðara þegar ég er komin í búðina seinnipartinn, búin að sækja stelpuna í leikskólann og svo er ég að tala rafíþróttarinn og svo er dóttir mín að hlaupa ekki burtu frá mér sko. Og ég elska að taka þessu símtöl. Ég meina hvert foreldri sem ákveður að stíga skrefið að vilja fræðast meira er að auka bæði lífsgæði síns og krakka síns. Og það munar svo það. Þannig að þó að það þurfa að gerast
eitt símtal í einu eða stundum eins og ég fekk að fara á Eskifjörð og tala við foreldrarna þar öll saman og ég hef gert það hérna fyrir norðan og fleiri stöðum á landinu. En ég meina þá bara þetta svona slow and steady wins the race. Ég meina þetta bara þetta símtal og þetta næsta símtal. Og ég meina þetta snýst allt að upphefja umræðuna þannig að við bara kynnumst krökkunum okkar betur. Já, sko svona að lokum þá langar mig að spyrja þig út af því að það bara svo margt sem að fólk ekki veit og til dæmis bara svona tæknilega hliðin á þessu. Þú veist, hvernig get ég lokað, þú veist, fyrir að barnið mitt fari bara á einhverja alþjóðlega servera sem ég veit ekkert hvað eða þú veist, ég veit ekki svona hvaða tungumál að tala núna, við erum alveg þar. Þú veist, svoleiðis tæknilegi hlutir, það eitthvað sem að þið getið í rauninni ráðlagt með? Já, við getum alveg ráðlagt með það. Það við erum að vinna að flipa heimasíðun okkar, rafþróttir.is, sem það bara fyrir foreldra, sem bara svona check sheet, bara svona þetta og bara svona frequently asked questions. Skjalið sem að reyna að fækka símhringingum til þín. Þú veist, eins mikið ég elska að fá símtölin og ég meina ég tek þau öll og þú ferð ekki að finna að ég gefi þér ekki tíma því að ég elska þessi símtöl. Já, ég virkilega reyni og klipparinn minn sagði, ertu einhvern tímann ekki með símann í fanginu? En það væri alveg gott ef að svona fyrsta levelið geti verið afgreitt á heimasíðunni. Það væri þægilegt og rafþróttir.is væri þægilegt, en við erum bara að vinna í því og ég meina við fórum í samstarf með félagsmálaráðuneytinu og erum með hópa fólki núna í vinnu og erum bara virkilega að taka svona innspýtingu í að styrkja innviðina okkar og grunninn. Frábært. Og svo náttúrulega bara góður punktur eins og þú varst að segja áðan að jafnvel bara setja sig það vel inn í þetta að maður geti bara spila með og láta krakka bara rústa sér. Ég mæli með því og ég held bara að næsta kynslóð, mín kynslóð og næsta fyrir ofan, ég held að laugardagskvöldin verði ekki að horfa á bíómynd, sko. Nei. Ég held að mín kynslóð verði þannig að við tökum tölvuleik með börnunum okkar og svo fyrir við og horfum á sjónvarpi. Þú ert líka að gera eitthvað, þú veist að bregðast við einhverju. Ég held að það sé bara framtíðin, sko. Já, merkilegt. Heyrðu, þátturinn verður ekki lengra sinni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma að spjalla við mig þetta mál. Takk kærlega. Og við fylgjumst bara spennt áfram með þróuninni í rafíþróttaheiminum. Þetta bara ofsalega spennandi. Takk fyrir að horfa. Taktíkin búin að sinni. Í næsta þætti lofa ég að tala um eitthvað annað en rafíþróttir. Ég vil bara minna á að það hægt að horfa á þættin okkar á N4-safninu hjá Sjónvarpi Símans, N4 Sjónvarp á Facebook og svo erum við á hlaðvarpi fyrir þá sem vilja heldur hlusta heldur en horfa. Takk fyrir, verið sæl.